boltan í netinu uppbótartíma? Bara virkilega fegin, við vorum búin að heldur betur gera alluga markið þeirra og mér fannst við áttu klálega skilið allavega að fara með minnstakosti eins og maður forskota því að ég var mjög sáttur með spilamennskuna okkur í dag. Við stjórnum leiknum á öllum sviðum leiksins og vorum bara virkilega flott frammistaða hjá okkur, við vorum hugaðir á boltan, við vorum þolinmóðir, við létum ekki pirra okkur að við vorum ekki að skora úr þessum stöðum og það er mjög auðvelt að fara að missa dálítið hausinn og við þurftum að gerum okkur grein fyrir þetta 2 einvígi þannig að við þurftum bara að halda skipulaginu og aganum varnarlega og vera þolinmóður en engu að síður hefði ég viljað sjá frammistaðan verðskuldaði stærri sigur en þetta en virkilega sáttum með frammistaðan. Leiðir alltaf eins og þetta myndi koma? Þetta kom seint vissulega? Já, maður hefur alltaf trú á því og bara eftir 1-0 markið þá vildi ég bara halda áfram að spila okkar leik og ekkert að breyta, ekkert að falla tilbaka að ná inn einu öðru markið í lokin sem við komum mjög nálægt í með færinans valda undir lokin en bara eins og ég segi, bara ótrúlega sáttum með svona hugafar leikmannina inn á vellinum í dag. Við sáum trekk í trekk, lausir boltar á miðjuna, margir á tánum að vinna boltana, sást bara viljan og baráttuandan í liðinu í leiknum og það gleður alltaf þjálfarana að sjá það og ásamt gæðunum sem við sýndum í dag líka. Þeir náttúrulega sköpuðu sér eiginlega ekki neitt, það var bara því að þeir spilaðu svo vel. Já, ég ekki sagt að þú spilar ekki betur en anstæðingur Leifir en nei, þeir bara lögðu með það að fara að varkárir í þennan leik og voru í svona 5-4-1, 5-3-2 blokk á móti okkur og ætluðu greinilega ekkert að opna sig og ná bara svona, bara loka á markið og það var að takast á það myndi lokin, þannig að kom okkur smá óvart að meistarar frá Ungverjalandi myndu mæta svona til leiks en það sýnir bara hvaða virðingu þeir sýna Víkingum og við tökum því sem bara rósi en við búumst við allt öðruvísi leik úti og við þurfum að vera klárir í þann leik, allt öðruvísi hitastig og við erum að spila á grasi. Þannig að við þurfum að nýta reynsluna á síðasta ári og síðustu árum. Við vitum hvað við erum að fara út í, við vitum hvernig við erum að búast. Það verður ekki þessi leikur, það verður allt öðruvísi leikur, þannig að við verðum að vera tilbúinir í það. Áttu að fá vítaspyrnu í kvöld? Já, áttum að allavega eina. Þeir sögðu að þetta væri of soft þarna þegar Elías var yfirni í fyrri hálfleik, sýndist okkur. Ég á eftir að sjá það atvika en mér var sagt að hendin hafi verið klár hendur. Það Helgi spinnir honum þá? Já, það er útskýringar sem við fengum á dómarateyminu að þeir voru ekki með myndavélina sem náði vinklinum á því. Elías Már virðist með svona nokkuð illa, getur þú sagt okkur eitthvað meira stöðuna á honum? Nei, ég er svo sem ekki búinn að fá neinar fréttir annað en það að þetta lítur ekki vel út. Þetta er einhver snúningur á hnéð sem er bara ekki boðlegt, finnst mér að það sé boðið upp á þetta gras. Það sem við erum búin að vera flaggberar í íslenskum knattspyrnu á erlendi grundu og erum að representa Ísland og íslenska knattspyrnu. Að það sé ekki búið að laga grasi og koma upp betra grasi hérna. Við sjáum það í kvennaknattspyrnu líka, það var krossbandaslit núna hjá okkur í kvennaboltanum og núna vonandi ekki það alveg meðsli en samt menn að festast í grasinu og mér finnst að Reykjavíkurborg þurfi aðeins að fara að rífa sig upp og hjálpa félögum og gera betur í þessum málum. Daði Berg í hóp fyrsta sinn í tæpt ár, það hlýtur að vera bara gleðifréttir að fá hann aftur í hópinn? Já, bara frábært fyrir okkur, frábært fyrir hann, þetta er búið að vera mjög erfitt fyrir hann, leiðileg meiðsli sem að þú veist ekki nákvæmlega hvernig meiðsli, hvað er langur tími, það er alltaf erfiðustu meiðslin. Það er búið mjög erfitt fyrir hann en það er gaman að sjá hann á æfingarsvæðinu aftur byrjar að sparka í bolta og maður sér að gæðin eru klárlega til staðar þarna og okkur hlakka til bara að sjá hann inn á vellinum aftur. Fær hann hlutverk í sumar eða verður hann verði lánaður?
Nei, það er ekkert búið að koma í umræðina, þannig að hann verður bara hjá okkur núna og bara kemur sér í betra og betra stand, þannig að já, ég sé alveg hlutverk að hann. Lókið frá mér allavega, gaman að sjá Nico bara fórna sig fyrir málstæðin, láta það á þetta. Já, þetta er bara, þeir sem eru búin að fylgjast með íslenskri knattspyrnu í einhvern tíma, þeir vita það að Nico er að fara að setja hausinn, saman hvað eru margir takkar á loftið þarna fyrir framan hann. Þannig Nico er grjótharður og fórnar sig fyrir lið og gerir allt í sínum valdi til þess að liði njóti góðs af því, þannig að virkilega verði gert hjá hann og hugrakkur að setja hausinn hann inn. Og lokum, farið út með 1-0 fórustu, hvað þurfum við að gera til þess að klára einvið? Við þurfum bara að sýna sama svona skipulag og standardi sem við sýndum í dag, að berjast fyrir hvern annan inn á vellinum í öllum stöðum, og það sem ég sá er að fókusum hann líka, hann hvarf aldrei fókus, hann var on it allan tíman og það er það sem ég er mest hrifinn af, að hvernig við vorum alla 90 mínútur fully locked in og það þurfum við að vera líka í seinni leiknum. Gangi ykkur vel.